Það hefð fyrir því við borgaralega fermingu að fá utanaðkomandi til að ávarpa fermingabörnin og við hinn njótum góðs af í leiðinni. Í dag þáði Bergrún Íris Sævarsdóttir, barnabókahöfundur og bæjarlistamaður Hafnarfjarðar, mamma, maki og 6 fiskafóstra, boðsiðmenntar að koma á ávarpa okkur. Hennar helsta áhugamál eru bækur og bækur og bækur. Hún les þær, skrifar, teiknar og borðar. Gjörðu svo vel, Bergrún. Takk fyrir frábæra kynningu og ótrúlega flottan gítarleik. Til hamingju með daginn ykkar. Þetta ekkert smá flottur hópur sem situr hérna. Ég hef skrifað alveg hellingabókum eins og Kennarinn sem hvarf og Langalstur bækurnar, en skemmtilegasta við starfið mitt eiginlega að fá að koma og hitta krakka og unglinga og tala við þau og segja þeim eitthvað sem ég hef lært síðan að ég var á þeirra aldri. Í gær, þegar ég sagði 6 ára syni mínum að ég væri að fara að koma að hitta krakka sem var að fermast, þá spurði hann mig, hvað eiginlega ferming? Og þegar ég var búin að reyna að útskýra það, gera mitt besta, þá sagði hann, já, þetta svona eins og að giftast. Ok, ég leiðrétti hann ekki alveg strax, heldur hugsaði ég hans málið, þetta pínlítið eins og að giftast sjálfum sér. Í dag eru þið að ákveða að elska ykkur sjálf að eilífu, að bera virðingu fyrir ykkur sjálfum. Þetta svolítið merkilegt að þegar þið lærið að hlusta á innsæið ykkar og taka ákvarðanir út frá því sem að ykkar hjarta og hugur og magi segir ykkur, þá takið þið bara sjálfkrafa réttar ákvarðanir fyrir ykkur. Þið fylgið ekki plani annara í blindni, þið leyfið engum öðrum að ákveða hvernig lífið ykkar á að vera. Þið meiðið ekki eða níðist á öðrum af því að innst inni vitið að þið eruð ekki þannig fólk. Þið hlustið alltaf fyrst og fremst á hjartað ykkar, já eða magan. Fyrir marga maginn svona eins og auka heili eða samviska. Ég fæ alltaf svona stressmagapínu rétt áður en ég er að fara að standa á sviði. En í staðinn fyrir að reyna að þagga tilfinninguna niður, þá hlusta ég á hana og viðurkenni stressið, að ég veit að það þýðir að ég sé að fara að gera eitthvað gott og eitthvað mikilvægt. Það ekki alltaf auðvelt að hafa stjórn á tilfinningunum sínum. Stundum fer fólk rosa mikið í taugarnar á mér. Það kemur fyrir, en þá hef ég svona haft það fyrir reglu að ef einhver er alveg ekstra pirrandi, þá loka ég bara augunum mínum og ímynda mér hann þegar hann var lítið barn, óviti og kjáni, af því að við erum það svolítið ennþá. Það er enginn sem að verður almennilega fullorðinn eða þroskaður eða fullkominn. Við erum ennþá bara öll að læra á lífið, sama á hvað aldrei við erum. Og við erum ennþá þetta litla barn inn í okkur. Ef þið ímyndu ykkur barn sem er að læra að ganga, þá myndið þið aldrei fara að skamma það á meðan það er að taka fyrstu skrefin og segja, drífðu þig, þetta ekki nógu gott, þetta gera betur. Þegar við lærum eitthvað nýtt, þá þurfum við að tala við okkur eins og við séum þetta litla barn. Þegar við lærum á hljóðfæri eða nýja íþrótt eða stærðfræði eða samskipti, þá þurfum við að sýna okkur þetta umburðarlyndi, að við séum ennþá þetta litla barn inn í okkur og aðrir séu það líka. Persónulega þá elska ég mistök. Ég elska mistökin mín. Ég eyddi allt of mörgum árum í að reyna að teikna alveg ofboðslega vel og vanda mig alveg ógeðslega mikið. En það sem gerist er að þá enda ég með fáar en rosalega fínar myndir sem eru svo vandaðar og ofunnar að þær eru hundleiðilegar. Það er allt líf farið úr þeim. Þegar ég lærði að vera aðeins meiri brussa og bara leyfa mér að teikna hratt og hrátt, þá allt í einu kviknaði líf í teikningunum mínum. Þetta sama getur maður ímyndað sér allt annað í lífinu, ferðalög og samskipti, nám og ritgerðir. Þetta er allt miklu skemmtilegra ef maður leyfir bara leik og gleði að stjórna. Ef maður er ekki sífellt að skamma sig í huganum á meðan. Ímyndum okkur að markmiðið sé einhvers staðar hér. Ég er á leiðinni héðan og hingað að þessu markmiði og ég þarf að komast þangað með því að byggja mér stiga. Ég byggi stigan þrep fyrir þrep úr mistökunum mínum. Ég geri fyrstu bókina mína og ég geri mistök. Hún er ekki fullkomin og það þýðir að næsta bók verður aðeins betri
hún er ekki fullkomin heldur, en þá verður næsta bók aðeins betri. Og þannig verður til svona tröppugangur í átt að því sem ég ætla mér. Sjáu þetta ekki alveg fyrir ykkur. Ef ég skrifa hins vegar fullkomna bók strax í upphafi, þá get ég aldrei orðið betri. Og þá verður ferillinn minn bara svona eins og flöt lína, hundleiðileg. Þegar ég var að læra teikningu í myndlistaskólanum í Reykjavík, þá vorum við 12 saman í bekk og ég var ekki besti teiknarinn. Og það var svolítið erfitt fyrir egóið mitt fyrst, af því að ég var vön að vera besti teiknarinn í bekknum í grunnskóla. Svo er ég allt í einu komin út í heiminn og það er bara fullt af fólki sem er miklu betra en ég. En ég áttaði mig hratt á því að hæfileikar eru ekki mikilvægastir. Það er svo margt annað sem að þið eru að fara að nota í lífinu heldur en meðfæddir hæfileikar. Þegar við heldum útskriftarsýningun okkar, þá horfði ég yfir salinn og ég sá fullt af verkum upp á vegg og mörg miklu flottar en mín. En svo komu gestirnir og inn kom ritstjóri barnabóka hjá stærsta forlagi landsins og ég gekk beint upp að henni, kynnti mig, rétti henni nafnspjaldið mitt og sagði henni að ég vildi vinna með henni. Og svo sagði henni af hverju hún ætti að vinna með mér. Og það leið vika áður en ég fekk fyrsta símtali og fyrsta bókaverkinu mitt. Sumir virðast hafa svona meðfædda hæfileika, einhverja náðargáfu, en treysti mér, því ég tala af reynslu, hæfileikar kom okkur örlítinn hluta af leiðinni. Restin er vinnusemi, kjarkur, kurteisi og gleði. Það að það sé gaman að umgangast þig, gaman að vinna með þér, skiptir miklu meira máli heldur en hæfileikarnir. Virðing og vinátta eru mikilvægir en allir heimsins hæfileikar. Í dag er ég 36 ára og ég á marga dásamlega vini. Enga þeirra síðan í grunnskóla. Af því að þegar ég var á ykkar aldri þá var ég rosalega mikill einfari. Ég átti alveg eina góða vinkonu en annars var ég yfirleitt alltaf ein. Mér var ekki boðið með í bíó eða í Kringluna. Mér var bara strítt fyrir að vera frekja af því ég var ákveðin og röggsöm. Mér var strítt fyrir að vera skrítin af því að mér var gaman að skrifa ljóð. Svo var mér strítt fyrir að vera lítil, flatbrjósta, asnaleg, hávær og stressuð. Ég var alltaf svo stressuð. En það besta við að verða eldri og fá allt í einu fjarlægð og svona yfirsýn er að í menntaskóla til dæmis eignast ég vini fyrir lífstíð og síðan þá hef ég bara ákveðið að ef mér finnst einhver manneskja rosalega heillandi og áhugaverð þá geri ég hana bara að vini mínum. Þeir sem vilja ekki verða vini mínir er alveg til, sko. Það er alveg til fólk sem finnst ég ekkert svakalega skemmtileg, en það er allt í lagi. Það skiptir mig engu máli. Álit þeirra hefur í raun og veru ekkert með mig að gera. Og ef þeim finnst ég ekki skemmtileg eins og ég er, þá eigum við kannski bara ekki samleið. Og það er allt í lagi. Ég vil miklu frekar eiga pláss í hjartanu fyrir alvöru vin, sem tekur mér eins og ég er. Ég elska að vera skrítin af því að það þýðir að ég ber virðingu fyrir sjálfri mér. Ég hleypi persónulíkanum minnum út, án þessa fínpúsan, án þess að þurfa að ofhugsa hvert einasta orð sem ég segi. Vera alltaf að hugsa of mikið um hverja einustu línu sem ég teikna. Ég fagnaði bara hvað ég er skrítin, hávær og ákveðin og röggsöm og stundum stressuð. Í dag er stór dagur í þínu lífi. Það er ekki auðvelt að útskýra það hvað ferming þýðir og merkir, því það er svo persónubundið. En kannski hafði 6 ára strákurinn minn rétt fyrir sér að þið eru að giftast ykkur sjálfum. Þið eru að ákveða að elska ykkur sjálf. Þið ætla að vera með ykkur sjálfum í liði og muna að inn í ykkur eru ótal tækifæri og möguleikar og ef þið fylgið innsæinu og treysti hjartanu eða maganum þá munið þið alltaf taka góðar og réttar ákvarðanir fyrir ykkur. Munið bara bera virðingu fyrir ykkur og öðrum, elska mistökin ykkar og fagna hverju skrefi. Takk fyrir mig. Takk Bergrún, þessi